Já, velkomin að Rauða á Samstöðinni. Klukkan 8 þá segjum við fréttir. Hérna Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Við vorum eitthvað að fjalla málefni skólastjóran í Borgarholtsskóla í gær og þá sagði þú Björn, að þetta yrði stórt mál. Já. Og það byrjaði á forsíðu Morgunblaðsins. Það var nú svo sem fyrir síðan þeir tækju þetta mál. Sakar Ingu hefndarhug. Þetta spjall við Ársæl Guðmundsson sem að fær ekki endurráðningu sem skólastjóri. Já. Og það góð úttekt á þessu inn í blaðinu, tölum það og þar talar hann símtalið, þar sem að hún hringdi og var að skammast yfir því að barnabarnið hefði tapað skóm í skólanum. Já. Þetta í fyrsta skipti sem við heyrum hans sjónarhorn frá þessu símtali og þessu mikla fréttamáli sem var fyrr á árinu. Það endar eins og kannski við getum aftur fengið myndina aðeins upp á því að hann gerir því skóna að hún hafi verið drukkin, hún Inga Sæland. Ef þú hefðir spurt mig þá hefði ég haldið að hún verið drukkin, en þetta verið síma svo það get ég ekki vitað, en það hann skulle velja þessi orð. Það segir sitt ástandið í þessu samtali og nú voru við flest hver búin að gleyma þessu máli. En það einhvern veginn springur núna aftur framan í Ingu. Hvernig stendur á því? Hann skólastjórinn, hann heldur því fram að það sé verið rekan út af þessu símtali. Er ekki? Jú, annars vegar þessu símtali og því að þær upplýsingar fóru á flug og hins vegar því að hann andæði þessum breytingum, kerfisbreytingum sem að ráðuneyti kynnti síðastliðið. Sem á að vera einhver samræmd stofnun sem á að samræma framhaldsskólana. Já. Og svo bara spurningin, hve mikinn trúverðuleika hefur hann? Hverju trúir fólk? Bæði almenningur og aðrir þingmenn og allt það. Já, við býðum þessu við. Það aðstoðarskólameistarinn segir bara í opinberu viðtali í dag að það sé mjög mikill söknur að missa hennar mikla skólamann út úr skólanum. Ég held að þessi næsta frétt sem við erum með, reiðarslag fyrir skólan. Já, og svo eru nemendurnir farin að safna undirskriftalistum. Já. Það var kannski viðbúið að einhver, ég meina hann nýtur að fylgi eitthvað inn í skólanum, að einhverju styðjan allavega. Ég veit ekki hvort það sé þannig að bara 90% af starfsfólki og nemendum styðjan, það má vera það sé. Ég fór hana í eina skóla fyrir ekki svo löngu síðan, ég var að vinna fyrir VFM, Vélstar málmtæknimenn, og fór hana í málmdildina, og þetta var eins og fríðarins heimili, og það var gott að vera þarna, mjög gaman. Herðu, við vorum aðeins að ræða því þegar var ráðinn og það var það gagnrýnt. Hann kemur innan úr ráðuneytinu í tíð Illuga og Páll Ásgeir og þú voru í gær og ég narraðist einhvern veginn til þess að halda að þar með væri þetta sjálfstæðismaður, en það bara alls ekki. Þetta VFG-maður, hann sveitarstjóri fyrir VFG í Skagafirði og hann var fyrir VFG fyrir norðan. Fyrir norðan og ég gottu ekki, hann var allavega á framboðslista þegar hann var hann var líka skólastjóri í Borgarfirði. Borgarnesi og þar held ég hann hafi líka verið framboður fyrir VFG, þannig að þetta innmúraður og VFG-maður ekki sjálfstæðismaður. Já, hann kom margsinni til mín á Sprengisand þegar ég var þar og alltaf sem VFG-maður. Þegar Smári sagði sjálfstæðismaður við mig, ég hélt nú bara ekki. Já, þetta áður en hann fer inn í ráðuneytið og áður en við veitum náttúrulega ekki hvort það var orðið hugmyndalegur viðsnúningur. Nei. Síðast að fréttist af pólitík þessa manns að það var í VFG. Herðu, en þetta var hitinn í svona fyrir hlutadags og svo byrjaði þingfundur og þá sprakk allir upp. Þá var stjórnarandstaðan heimtaði að fá að yfirheyra Guðmund Inga þetta mál. Það voru óundirbúna fyrirspurnatími og þá var hann átti að vera á listanum. En svo var hann allir farinn af listanum og það var svolítið hitt út af því. Og eftir svona smá jafnlógjum, eins og sagt þá kom í ljós að hann var á sjúkrahúsi. Ekkert alvarlegt. Hann náttúrulega við vitum að hann glímir við alvarlegan heilsubrest og þarf meira á heilbrigðisþjónustuna að halda heldur við flest.
Þannig að það fylgdi sögunni, það er ekkert alvarlegt á hann og þótt hann þurfi að leggjast inn á sjúkrahús. Hann þarf að gera það reglulega. Ég kom að þessu að horfa á þetta sjónvarpinu, sko, þá var Kristrún eitthvað að biðja forsetanum að stoppa umræður. Já, við erum með fréttum það hérna næst. Þá er hérna Diljá Mist í hérna ræðupúlti að skamma Kristrúnu. Því að Kristrún hafði verið að kvart yfir því að hérna kæmu stjórnarandstöðu þingmennirnir hver á fætur öðrum upp að tala hérna heilsufar ráðherrans. En Diljá móðgæðist við þetta og sagði að þau bara alls ekkert verið að tala heilsufar hans. Hér finnst mér að við ættum að staldra við og horfa á myndmálið sem fylgir þessu skjáskoti sem þeir hafa tekið væntanlega bara vef Alþingis. Já, það er enginn sem er að mynda nema þetta er bara tekið. Þetta er rosaleg mynd. Og ég held að hún sé svolítið til marks hvað þetta mál er erfitt og þungt. En hvað er svona erfitt í þessu? Það sem er erfitt í þessu er það að ef við hugsum út frá sjónarhóli Kristrúnar og Viðreisnar að það voru svona nokkur mál sem voru erfið fyrir flokkfólksins framan af og svo hefur svona haldið að það var að lægja öldur. Ég geti eiginlega ekki líkt þessu við neitt annað en pólitískt harakýri. Hver er það sem ég har ekki? Flokkufólksins. Með því að ganga þessum mann og rekan? Já, ekki rekan, heldur framlengja ekki skipunartímabilið vegna þess að þau máttu vita að allt yrði sett í samhengi við þessar fyrri væringar eins og nákvæmlega hefur orðið, þau kannski vissu ekki að hann myndi fara svona hart fram gegn þeim og Ingu og ráðherranum hinum með þessum ásökunum að hann var í handbendi Ingu en þau áttu samt að geta sagt sér það að sko ef þið hugsið eins og pólitíkusar hljótað hugsa í öllum stöðum afleiðingar ákvarðana ykkar. Þessi sérstök eftirlit, þú þarft að hugsa það, hvernig mun þetta líta út? Já. Þú getur verið að gera eitthvað sem að þú til að vera bara rétt, en þú þarft að leggja mat á það hvernig mun það líta út í samfélaginu. Flokkur sem er búin að vera með fylgi í frjálsu falli, komin á milli 4 og 5%, hann þurfti ekki á þess að halda og samstarfsflokkarnir í ríkisstjórn, þeir þurftu ekki á þess að halda sjálfir. Ríkisstjórnin er á svolítið erfiðum tíma núna, vondu mál er að koma. Það spyr enginn að svona máli, sko, þetta er ekki neitt áætlun, þetta er ekki neitt pólitísk ákvörðun. Það sem Bjössi líklega að segja, þegar þessi ákvörðun þeir hefðu getað sleppt þessu bara. Bara nákvæmlega. Þau bara geta ráðið kallinn áfram. Þú fer bara í... Ársæll er sem sagt, með símtalið fræga. Skráritað. Já, hjá hennum góða skráningamanni í skólunum sem heldur utan allt. Já, og þegar Inga Sæland var hérna í okkur smári að þá sagði hún að sonur sinn eða barnabarna hennar hafi þurft að hætt í skólunum. Hún sagði það líka aftur í kvöld. Við erum með aðeins það. En það var henni að kenna. En byrju það sem var skrítið, við ætlum aðeins að því að þetta er svona, við byrjum í mokkanum og svo fórum við inn í þing, svo þegar þingið var eiginlega búið að þá kemur tilkynning á stjórnarráðinu ákvörðun auglýsingu á embætti skólameistara. Það við bara alls ekki tengt, þetta hefur bara verið þannig að nú á að breyta ýmsu, það eru engi búin að fá endurráðningu og þetta sé bara, og honum hafi verið tilkynnt það að þetta tengdist bara því og vísaði það. Þannig að þeir kemur svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, svona ákveðin varnaræða að það sé bara einhver stórkostlegur misskilningur í gangi út í samfélaginu hvað þetta mál snýst. En sástu hvernig Ragnar Þór Pétursson lagði út af þessu? Út af tilkynningunni? Já. Nei, hvernig var það? Hann er búinn að rýna í hana. Hann var maðurinn sem stóð gegn ráðningu Ársæls og verður nú seint sakaður að vera með Ársæl í liði. Honum finnst þetta alveg forkastanleg fréttatilkynning. Honum finnst hún með því sem hún segir ekki. Þá finnst honum að það sé bara verið að senda út þau skilaboð ef þið andað við okkur þá munið þið ekki njóta friðar í ykkar starfi og ég held að enn hafi ekki verið bent á nein dæmi núna á síðustu mánuðum
sem eru sambærileg þessu tilviki hvað varðar ráðherraflokks fólksins. Það hafi verið bent á önnur mál sem aðrir ráðherrar, við vorum að ræða hérna forstjóra Hafró daginn sem ekki fekk framlengdan skipunartíma. Við vitum lögreglustjórann, við þekkjum þau mál, en flokkur fólksins, ráðherraflokks fólksins sem eru nátengdir þessum skólastjóra eftir allt sem á undan er gengið, þeir hafa ekki tekið einhverja prinsipafstöðu og auglýst hérna aðrar skólastjórastöðu. Jú, en það sem er ráðandi að segja, eftir ákvörðin er tekin upp að hérna stokka aðeins upp í fjölbreytta skólakerfinu, að þá hérna mun þetta ganga yfir alla. Það vill svo til að einhverju fengu endurráðningu haust, en það er þá líklega áður en að þessi ákvörðin er tekin, og það eru einhverju sem að bíða eftir endurráðningu núna í janúar, þannig þeir sjá líklega sængsín og útbreyta, þeir munu ekki fá. Sem fengu kalda kveðju í dag. Ég meina, ef hérna, ráðuneytið ætlar að halda sig við þessa sögu, þá munu þau ekki fá neina... Þau geta ekki byrjað á ársæli í þessari keðju. Þú ert að segja að þessi pólitískt algjör stórkostleg mistök. Annarkvort heimska fyrirgefið, orðbragðið, bara pardóma hérna, frönskuna mína, eða þá að þetta eða þá sagan sem verður sögð af þessu, að þetta sé persónulegt. Og þá erum við að tala mjög alvarlega valdníðslu og ég ætla ekki að gera stómari í þeirri sök á þessu stigi, en þetta mun halda áfram að þvælast fyrir þig. Þetta var í kvöldfréttum Stöðu 2, menn það er eiginlega að taka hérna á þessu, þau fengu Ingu í viðtal, það tekið hérna og fekk það fram á gangi. Og hún hafnaði algjörlega afskiptum af þessu, hún hefði ekkert vitað af þessu, að hérna Guðmundur Ingi hefði bara sagt sér þetta mál að byrja og þá var hann á sjúkrahúsi og sagði frá þessu og nei, það er ekkert, ég ber engan gala til þess að manni, mér finnst að bera bara hlýðu til þess og ég gerði mistök á sín tíma og ég baðst afsökunar og leiðilegt að þetta skulle vera rifjað upp og eitthvað svona. Þetta var svona hennar lína í kvöldfréttum. Kemur svo sem ekkert óvart. Nei. Og þá kom Ársæll kom í settið til þeirra Stöðu 2. Og hann er mjög herskar í þessu. Þú veist, og það er ekkert gildislaðið þegar ég að segja það, hann bara leggur allt fram og hann til dæmis að Inga segir að það er bara eitt fórnarlamb í þessu máli, það er barnið sem þurfti að yfirgefa skólann út af þessu. En hann hafnar því og segir að það sé bara, og vísar eitthvað skráningakerfi, að það hafi engin hætti í skólanum út af þessu máli. Og mér fannst það svolítið, ég hefði viljað fá svona spurningu, hvernig getur fullyrt að því að amman var rétt áðan að segja að barnið hefði flúið skólan út af þessu. Hvernig getur þú fullyrt að það hafi ekki verið út af þessu máli? Já. Ég valla er það þannig að barnið sé í skólanum, ég trúi því ekki að Inga sé að ljúga því. En það er eins og hann hafi einhverja heimildi fyrir því, skráðar heimildi fyrir því að barnið hefði hætt út á öðrum ástæðum. En af því að við erum farin að ræða þetta á þessum nótum sem við erum að gera núna, hvað er satt og logið? Það er bara mjög flókið. Það kemur alltaf ljós. Það er ekki alltaf. Það sýnir vandamálið, það sýnir trúverðuleika vandamálið sem hefur skapast. Það er náttúrulega margir sem að skapa það, að ef við ímyndum okkur bara allt sér rétt sem ráðuneytið segir, að þá er þetta bara skólastjóri sem verður svona rosalega reiður og tínir alls konar hluti og kastar inn og þyrlar upp til þess að skapa einhvern óróa í kringum þetta. Það er enn. Ef maður horfir frá hans sjónarhóli að þá er ráðuneytið bara að ljúga og er að bara reka hann af því að hann steig á tærnar á ráðherra. En ég meina ég er ekki viss um að sannleikurinn komi endilega fram í þessu, því að þetta er byggt á einkasamtölum. Heldur að Guðmundur Ingi komi allt innu fram og segi að Inga hringdi í mig og sagði mér að ég mætti bara alls ekki framlengja samningi við hennar menn. Nei, hann segir að hann eigi hljóðrit af símtalinu skóna frá Ingu. Og það er lykilatriði í þessu máli. Nei, Inga segir að það sé ekki. Hún sé löngu búin að gleyma þessu. Já, það getur vel hún sem að gleyma. En ef hún tekur mjög sterkt til orða og jafnvel hafi, eins og hann segir, hún hafi verið drukkin, En orðar eiginlega þannig að hún hafi verið að hóta honum lögreglunni, Og hún hefði lögreglunni eiginlega... Það líka, smári. Hann sagði hitt að hún hafi ábyggilega ekki verið alls skáð, Já. Þannig að þetta er bara, ef hann er með þetta símtal, þá verður hann bara að spila það. Jó, en þá kemur bara í ljós að Inga hafi orðið sér til skammar þarna fyrir tæpa ári síðan. En það segir ekkert endilega ástæða þess að hann fekk ekki endurráðningu.
Við vitum ekkert Það þarf að vera tengingi þar á milli sem er aðalatriði í þessu og ég er ekkert vissum að það sé auðvelt að draga fram þann sannleika sko. Helga Arnardóttir, blaðamaður, er í reynsluboltunum hér á Samstöðinni í kvöld. Hún segir að þetta símtalsmál hennar Ingu hefði verið afsagnarsök allra ráðherra á hinn Norðurlöndunum og ég er sammála henni. Það er bara þannig. En hins vegar hefur hér verið annar kúltúr, hvað varðar afsagnir, en sá kúltúr hefur aðeins verið að breytast. Við erum náttúrulega Ásta Lóa, hún sagði af sér, síðan höfum við haft hérna ríkislögreglustjóra. Kannski nær það ekki upp í valkyrjurnar sko. Nei, það nær kannski ekki upp í valkyrjurnar, ég get fallist á það, en sko þetta var sem að stjórnmálamenn hafa verið í, það getur verið að það sé aðeins að breytast núna og mér finnst þetta mjög óþægilegt mál fyrir hana Ingu og mér finnst ennþá og Kristrúnu sem hefur viljað að væri svona góður svipur á sinni ríkisstjórn. Heldur betur. Þetta er ekki góður svipur. Þetta er ekki góður svipur og þetta er sko í besta falli einhver ótrúlegur klaufaskapur og heimska að sjá ekki fyrir hvað væri nú líklegt til að gerast þar sem að skólameistarinn er með fullan stuðning nemenda, allra kennara, óflekkað mannorð, 40 ára sögu í skólastarfi, aldrei fengið áminningu, alltaf haldið sig innan fjárheimilda í skólanum að mörguleiti sko teiknaður fyrirmyndar skólastjóri. Hann segir sjálfur að hann sé sá skólastjóri sem er með mestu reynsluna og hann hlýtur að það var bara talið árin. Já. Hann segir við verðum með 40 ára reynslu sem skólastjóri. Og það er nóg að skapist vafi, finnst mér, á því ákvörðun hafi verið tekin á faglegum forsendum til þess að málið sé mjög óþægilegt. Einhver kallaði þetta trumpíska ákvörðun í reynsluboltanum í kvöld. Herðu, ég held að þú hafi verið að þrétt fyrir þér í gær að þetta eftir að vera stórt mál og halda áfram. Svo koma náttúrulega jólin og kannski gleyma allir þessu þá. Það er nefnilega of langt í þau. Það er nefnilega svolítið langt. Aðvendan er löng í lífi Ingu, eins og sagt var. Herðu, við skulum fara út í heim að hérna er frétt frá Guardian ummæli sem að voru náðust af Macron. Það sem hann heldur í fram að við verum að horfa fram á möguleikann að Bandaríkjamenn ætla að svíkja Úkraínu. Þetta svo sem kannski kemur engum á óvart. Það er gríðarleg taugaveiklun í Evrópu þessa stöðu sem að er og menn eru við fórum svolítið yfir það í gær sko, menn eru að leita peningum og eitthvað fleira því að hættan er svo að Evrópa þurfi að finna töluvert mikið magna peningum til þess að halda stríðinu áfram og halda ekki bara stríðinu, heldur að halda áfram að halda bara grunninnviðum Úkraínu gangandi og það er feiknarlegi peningar og það er verið að horfa okkur að leiðir, það er ekki alveg komin að skýra leiðir það hvernig er alltaf að ná þessum gjaldeyrisvarasjóð sem að Rússarnir eru með í Belgíu. Belgarnir hafa eiginlega hafnað öllu. Það er komin hugmyndum að vera í svona trygging. Ég legg mér að því að reiknað út hvað við þurftum að borga ef við ættum að taka svona per haus. Þá er þetta svona 17,5 milljarður sem að vera ábyrgðin okkar til þess að vera hægt að taka þessa peninga. Þannig að þið getur ímyndað hvað ákvörðun er fyrir Ítalíu eða Spán og þá er þetta gríðarlegar upphæðir sem er verið að tala þarna. Guardian, þegar við erum í Guardian, hún var líka með könnun sem hafi verið gerð þar sem Evrópumenn eru spurðir afstöðu, Trump vinur Evrópu eða óvinur Evrópu og meir en helmingur, mér minnir það sé 56% Evrópumanna segja að Trump sé óvinur Evrópu og þeir brjóti þetta þarna niður á lönd, spurðu þetta ekki í öllu löndum, þannig að við erum með graf sem að sýnir Þannig að þið sjáu þarna Belgía, Frakkland, Spánn og Ítalía, það eru svona Vestur og Holland og þá er í Belgíu eru 62% sem að telja Trump sé óvinur Evrópu, en bara 7% sem er vinur Evrópu. Er eitthvað sérstætt sem skýrir það? Já, það er, ég er svona stoppa í Hollandi þarna, næst komum við í Þýskaland og þá eru við farin að nálga kannski svona mið-Evrópu, það sem að við svona óttin við Rússa er kannski svona grónari og neðst er Pólland og þar eru bara 90% sem að líta á hann sem óvin Evrópu, en það hefur það margsinnis komið fram í svona okkar umræðu ólík sjónarmið innan Evrópu, að Austur-Evrópa horfi fyrst og fremst til stuðnings
Bandaríkjana. Að þau hérna, saminuð Evrópa til þess að halda upp í vörnum er ekki hérna, góður kostur í huga Austur-Evrópa. Þeir verðum að halda Bandaríkjunum. Og svo það líka þannig að löndin hérna, Belgía, Spánn við þekkjum og Frakkland hefur verið svona með andof gaggast í að eyða 5% af landsframleiðslu í hérna hernað. Pólverjarnir eru löngu komnir í það. Þannig að þeir sjá enga ógn að þessum kröfum sem að Trump er að gera á Evrópu. Þeir eru hvað sem búin að uppfylla það. Þannig að það eru kannski hin löndi sem horfa fram á að byrja Trump að reyna að þröngu okkur til þess að brjóta niður velferðarkerfi til þess að eyða í hernað. Þannig að það eru bara svo ólík sjónarmiðin í Evrópu og ég fæ hann Pavel Bartosek sem er formaður utanríkismálanefndar hérna á eftir og við ætlum einmitt að ræða svolítið svona ólíka hérna, afstöðu mismunandi landa til þessar stöðu sem er. Það var hérna í sjónvarpsfréttum í gær. Það var að vera að spyrja fólk á götu út í Rússlandi og þá sagði ein kona að Evrópa hafi alltaf öfundað Rússland. Já, alltaf verið. Já. Við getum hlegið að því að fundist ekkert vera öfundanir virði í Rússlandi en það er náttúrulega í rússnesku sögu er náttúrulega innrás Napóleons og innrás Hitlers. Þetta er náttúrulega tveir stæðstu hérna svona... Já, ég veit svona, sko, ég get ekki séð af hverju þetta ekki eins út af veðrinu, sko. Eitt sem hefur verið sagt svona undanfarið er með þessu hérna, að það er að slitna á milli Evrópu og Rússlands og kannski mun bara átökin frjósa þarna en Rússland áfram verið út í kuldanum og það orðaði eitthvað svona sagfræðingur af því að þetta er svona spennandi tíma sem við lifum á að það eru menn verið að sækjast í menn sem geta hort langt aftur og svona og einhver orðaði að líklega er að ljúka tilraun Péturs mikla til þess að tengja Rússland við Evrópu hérna í frámun hérna Rússland horfa til austurs. Þetta er svona svo dramatíski tíma sem við lifum að mennir segja svona setningar. Ég náði einu sinni viðtali við aðstoðar utanríkisráðherra Pólverja í Varsjá. Það var þarna rétt eftir að innrásin var framinn og ég fer þarna inn í stjórnarráð og gríðarlega öryggisgæsla og þurfti að bíða í klukkutíma eftir honum og svo kemur hann og ég man ekki alveg hver fyrsta spurningin var en ég man hvert fyrsta svarið var. Hann sagði Rússland er ekkert annað en risastór menningarsnauð bensínstöð en mikilvæg bensínstöð. Talandi Putin. Hann er staddur í Indlandi núna. Þetta er úr ítölsku pressunni. Þannig mér finnst oft gaman að sækja myndir þangað, fréttir þangað því að þeir eru alltaf með svo góða myndir, alveg magna hvað eru alltaf með góða myndir. En hann er verið að tala að ýmis mál, það er Lukoil, þið kannastu það að Trump setti viðskiptaþvinganir á það, en hann er að draga úr því. Og þarna er haft eftir að Putin að Kýv eða ríkisstjórnin í Kænugarði verður að draga sig tilbaka og þá hefur verið að tala hennar hluta á Donbass annars munum við bara beita valdi og það er svona vangaveltur þarna inni. Ég er líka með úr ítölsku pressunni indversku pressunni af því hann er nú hann í Indlandi og þarna er verið að fjalla það verið vel á með þeim, hann ætlar að vera í 2 daga í Indlandi og þarna á að semja alls konar aukna samvinnu landanna í heilbrigðismálum og ég held að Módi sé að kaupa vopn og þannig að það er í takt við þetta sem ég var að segja áðan með Pétur Mikla að Rússland er að horfa í austur. Talandi austurfrétt, þar hlýtur að vera fjallað jarðgöng og þarna er Ragnar Sigurðsson formaður bæjarráðs Fjarðabyggðar og hann segir það er ekkert gleðilegt við þessu samgönguáætlun. Nei. Ég ræði við Eyþór Stefánsson held ég hann heiti alveg örugglega sem er bæjarfulltrúi Múlaþings og situr í stjórn samtaka sveitarfélaga á Austurlandi. Ég ræði við hann við rauðaborðið í kvöld og þetta er viðtal sem ég tók fyrir í dag og hann hreinlega bara strákar, hann grætur. Og svona meir maðurinn. Já, sko, hann bara eftir þetta viðtal þá fékk ég bara glænýja tilfinningu fyrir því hvers konar rosalegt áfall þetta er fyrir
hann segir Austurland allt, en einkum Seyðisfjörð. Það er náttúrulega búið að vera rosaleg barátta við að koma Fjarðarheiðargöngum í þetta fyrsta seti. Já. Og þeir hafi komið að það er búið að búa til gangnamunan og það er búið að vera rosaleg samstaða og barátta og þeir eru unnuða og fengu þing til þess að samþykkja það. Já. Svo kemur ykkur Eyjólfur og strókar þetta bara út. Já, og þeim hefur ekki verið að fjölga, sko, þetta er náttúrulega frekar fámennt svæði. Það var loka fiskvinnslunni bara um daginn. Já, en það eru rosaleg verðmæti ennþá búin til þarna í þessum fjórðungi. En sko maður veit bara hvernig þetta er erfitt. Ég fæddur á litlum stað í fyrir norðan og hef búið á dreifbýlum svæðum víða út um land. Þetta sko, það er alltaf erfitt að keppa við höfuðborgarsvæðið og stærri byggðarlög og meiri tækifæri. Og það virðist vera sem allir hafi sko haldið niður í sér andanum bara árum saman og trúa því að þetta yrði ótrúlega jákvæð breyting og þegar hún er hrifsuð burt án þess að það sé búið að gefa vilyrðum eitthvað svona konkrét annað í staðinn þá menn eru bara í svo mikilli sorg þarna fyrir austan að það hálfa væri nóg. Hérna er úr mannlíf, þetta er fyrirverandi þingmaður Austurlands getur við sagt, það er náttúrulega Norðausturlands en hún er austfirðingur, Jódís Skúlasonar, skömm íslenska stjórnvalda fyrir og nú er mikil. Já. Þetta er svona í andaði sem þú ert að segja. Já. Já, hún er... En ég fór svolítið rúmt inn í landsbyggðarfréttunum, ég held kannski að væri þarna í Akureyri eða í Feiki í Skagafirði verið að það verið ekkert verið að ræða þetta þar, bara í Austurfrétt. Það er bara hverju ammali og svona. Kannski er þetta bara svo heitt mála, það er bara erfitt fyrir einhvern í nærsamfélaginu að fjalla þetta. Var Feikir í Skagafirði ekkert að fjalla þetta? Ekki á netinu allavega. Ég hefði haldið að þetta væri alveg hreint gríðarlega tíðindur fyrir Skagfirðinga. Þeir eru að fá fína samgöngubót. Já, En eru bara ekki þessi landsmálablöð búin að missa allan frétta slagkraft? Mér finnst það svolítið þegar ég er að fara hennar rúnt, sko. Já. Þess vegna nefndi ég þetta að því að við vorum með þannig að skessuhornið þetta på Skaga er kröftugt. Og svo finnst mér Austurfrétt, en svo fer það bara eftir hvernig það er og stundum náttúrulega ef það er gos á Suðurnesjum og þá er Víkurfréttir langbesti fréttamiðli. Já, heldur betur. Þannig að það eru alveg sprettir og undantekningar. En ég held að það sé bæði að þetta er erfitt. Þetta er að verða einn allsherra kökubassar, sko, 300 fregnir á kökubassar. Já, það er svolítið mikið af því. Það hins vegar er það alltaf í fréttum og ég manna í gamla daga fólk eitthvað kvartað til þessi minningagreinunum í Mogganum og svona. En ef þú skoðar kannski svona blöð í svona jafnstóri borgur Reykjavíkar, Spáni eða Ítalíu, þá eru minningagreinar sko. Og það svona, var alltaf hluta þessu fjölmiðlum að þjóna því sem við sem eru kannski fyrir utan að finnst að vera svona ómerkilegt og vilja bara fá stóru fréttirnar. En það líka hluti af fjölmiðlunum að vera með, þú veist, fjalla og næra samfélagi, það bara þannig. Og auglýsingar með þess að hafa gildi í fjölmiðlum af því að það bara upplýsingagjöf. Herðu, það var í gær, þá var leynifréttin sem var inn í þessu að ríkisstjórnin ætlar að tryggja Reykjavíkurflugvöll og það ekki allavega með það, þarna er Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi í VG. Finnst þetta ekki skynsamlega ráðstöfum fjár að fara að reisa flugstöð? Bara pólitískt skynsamlegt hjá VG að tala núna svona fyrir borgarstjórnarkosningarnar því að það er alltaf stór hluti sem er á þessari línu. Í Reykjavík, það er helmingur allavega. Já. Ég held að sé með svo rúmur helmingur Reykvíkinga. Ef þú ætlar að búa til undirskriftalista eða skoðanakönnun þar sem að fólk vill halda í Reykjavíkurflugvöll, þá þurftu að láta all landið taka þátt. Ef þú lætur bara Reykvíkinga svara, þá er það yfirleitt meirihluti sem vill losna við það. Já, það er svo liðs. Herðu, kannski er þetta stór frétt. Ísrael fær ekki að taka þátt í Eurovision. Þetta var frétt mjög víða í heim. Fyrsta lagi þá eru það náttúrulega vondar fréttir, finnst manni. Og þrátt fyrir þetta gerfi vopnarlíða þá sem sláturinn heldur bara áfram þá finnst mér ekkert réttlætt að það bara svo ég lýsa nú mín eigin skoðun á því að Ísrael tæki þátt í Eurovision. En í öðru lagi þá býðum maður spenntur eftir ákvörðun stjórnar RÚV, ég held þessi fundur á miðvikudag og við vitum að formaður stjórnar Stefán Jón, hann hefur gefið upp boltan með ákveðnum hætti, hans persónulega skoðun er að Íslendingar eigi ekki taka þátt. Þannig að mér sýnist þetta endi sem sko rekstrarleg ákvörðun
Í vondri rekstarstöð, þeir eru 260 milljónum meira en þeir áttu núna bara þessu ári. Rekstrarleg ákvörðun versus mannúðarprinsip. Og hvort heldur að vinni, siðferðið eða buddan? Buddan. Þú segir það. Það ekki ofta svo liðs. Það ofta svo liðs. En hérna frétt frá Haaretz, þar kemur, sem í Ísraelsblað, sem svona stjórnarandstöðublað þar kemur fram að Spánn, Írland, Holland og Slóvenía hafi dregið sig út. Ég held að Spánn sé svona við það að gera það. Ég veit ekki hvað tilkynningin hafi komið, en Írland, Holland og Slóvenía eru bara farin. Og það mjög sómasamur hópur að fylgja. Ef að Íslendingar að bæli því. Svo getum við haldið bara innanlands hátíð, héraðshátíð hérna. Kannski getum við búið til söngvakeppni með þessum þjóðum. En vissuð að það líka einhver breyting til þess að Ísraelar geti ekki einhvern veginn hakkað sig í gegnum atkvæðin, að það eru dómnefndir sem eiga vega upp á móti Mossad sem að kaus víst mjög vel. En hvers konar forsendur eru þetta fyrir inngöngu að leyfa þeim að halda áfram og samt verið að beita ítrustu varúðar ráðstafanir? Það er bara að fá pælega fyrir því, sko, ef að þannig að það er búið tilkynna að Ísraelar allir að taka þátt. Fá að taka þátt, að fá að taka þátt, en stjórnarformaður RÚV er á móti. Og hvaða stöðu hefur hann innan? Það ef þú situr í ykkur stjórn og þú leggur eitthvað til en meiri hluti vill eitthvað annað, þú þarft ekki að fara í fílu, sko. Nei. Það er bara lýðræðislegt. Já, en hann er svona á að hafa sterkari stöðu heldur en óbreyttur. Nei, hann er bara meitt atkvæði eins og eins. Já, ég veit það. Held hann hafi líka sagt að þetta væri hans persónulega skoðun. Gerði hann það ekki? Jú, ég held hann alltaf sagt það, sko. Ég er ekki viss að sé meiri hluti í stjórn ríkisútvarpsins fyrir því að fara út úr Eurovision. Ég er ekki viss Ég myndi bara vera að hissa eða væri. Ég er hræddastur að komi einhver kattarþvottar rök eins og að Eurovision skipar svo veglegan sess í menningarlífi Íslendinga eftir að hafa hugsað málið mjög vel, þá teljum við ekki, bla bla bla. Þannig að í fréttinni frá Haaretz sem ég var með áðan að þá kemur forseti Ísraels, hann tjáði sig, hann Herzog, og hann segir að þetta sé sönnu þess að Ísrael hafi rétt á og séu velkomnir á öll svið alþjóðlegra samskipta. Þeir líta á þessi mikið sigur. Strax búin að taka þessi stöðu. Þetta er bara svona. Al-Jazeera er með fréttir af því að Ísraelsmenn eru að drepa fólk á Trapu 6 í dag á Líbanon, á Gaza og eru að bombardera Líbanon. Þeir líta svolítið á að þessi fríðarsamningar eða þetta svokallaða vopnahlé sé eiginlega gefið þeim færi á því að halda bara áfram en það sé bara sagða minna fréttir af því. Það er minni þrýstingur eins og kom í ljós í dag að Svo getur það bara búið til lög og söngva Þannig þetta vopnahlé var ekki að þá hefði líklega atkvæðin fallið öðruvísi. En að því að vopnahlén eru að þá fá þeir að taka þátt í Eurovision en þeir þurfa ekki að breyta hegðun sinni. Skárar að helvitis vopnahlén Það kom frétt í dag svolítið skringilegan máta að það kemur í ljós að ákæruvaldið ætlar ekki að fara fram á það við Hæstarétt að taka upp mál Alberts Guðmundssonar, auðgunarmálið. En það kom í fréttunum svona einhverju svona yfirlýsingu hans sem að var fyrirsögnin ég læt ekki kúa mig og hann var svolítið svona sigur reifur eða hvað er þetta að kalla þetta? Nei, ég las þetta mér nú frekar ekki sigur reifur heldur bara ákveðin léttir hjá henni náttúrulega. 3-0 leikur. Sagði það ekki eitthvað? Jú, hann sagði þessu unni leikið 3-0. Og hann kallar þá talar hann það sem er fallið í málunum, héraðsdómurinn og saksóknarinn með skipað ákæran og svo þetta. Hann kallar þá sem kærðan skemmt epli. Finnst ykkur það sóma saman? Nei, ég tók ekki. Ég hefur ráðlátt hann bara að kynkja þessu þegjandi og hljóðlaus, sko. Já, nei, ég tel ekki, hann er ekki að tala um það, hana. Jú. Nei, hann er að tala um annað fólk, sko. Ég lesi þetta öðruvísi, sko. Mér finnst þetta bara vera augrun, akkurat þegar maður gætt fagnaði að það á ekki áfrið til Hæstaréttar og þú veist, ég skil þetta ekki.
Og það náttúrulega, þetta mikil tilfinningaleg mál og reynir á tilfinningakerfið í fólki og það bregst náttúrulega alls konar við þegar allt þanið í botn. Það komu fréttir frá Færeyjum, ég býst við þetta séu góða fréttir fyrir í mati allra, langflestra Íslendinga. Og það var loksins samþykkt eftir að hafa farið oft fyrir lögþingið þeirra að heimila þungunarrof án þess að það hefðu áður í lögunum verið það að ef að líf móðurinnar væri í hættu ef það hefði verið nauðgun og annað slíkt og þetta upp í 12 vikur, það náttúrulega skemmri tími heldur en hér og þetta var samþykkt með einu atkvæði. Þeir hafa verið markvisst íhaldsamar en við Íslendingar. Þetta náttúrulega mjög svona kristið samfélag, svona þetta svipað á svæði á vesturströnd Noregs, stundum verið vísað í Vestmannaeyjar þar sem að Fíladelfíu söfnuðurinn sterkur. Já. Þannig heitir þetta tungunarofi, heitir fósturtaka hjá þeim. Já. En svona talandi Færeyjar, ég held að þær hafi gert jafnvel við Montenegro á Evrópumótinu. Svartfjallaland. Já, það var rosalegt. En varðandi þungunarofið í Færeyjum? Já, sko, að koma til Færeyja eins og að fara 50 ár aftur í tíman hér á Íslandi, finnst mér alltaf. Ekki sagt í vondri merkingu. Þeir virða tíman betur, þeir hafa tíma, það ekki allir með síma. Þeir eru bara eins og við vorum fyrir einhverjum áratugum í góðri merkingu finnst mér en það fylgir því eins og þetta náttúrulega kemur svolítið á óvart að fyrsta árið 2025 sé það bara með einu atkvæði sem að þessi kvenréttindabót Þú þarft að fara svolítið langt til þess að finna annað svona land. Já. En að þú ert að tala um þetta, ég manni eins og var ég í Færeyjum og var svona skólalóð og ég var bara eitthvað að slæpast, labba ykkur götu og svo heyri ég svona læti í krökkum og halla mig svona fram á handriðið og var að horfa á krakkana á skólalóðinni. Og þá hugsaði ég mitt, þetta bara eins og skólalóðin í Vogaskóla í Kanada. Það var svo mikið læti og það var svolítið svona, þetta var svo óheft einhvern veginn eins og það væri svona svolítið grófara mannlíf heldur en ef að ég myndi halla mig fram og horfa á skólalóð í Íslandi. Það var ég fekk akkurat þessa tilfinningu. En þeir bera virðingu fyrir gömlum húsum. Já. Það alveg, Þórshöfn alveg þarna frá höfninu og þar, þetta alveg ævintýralegt að sjá þetta, hvað fallegt. Næstu eins og Lófóten. Herðu, RÚV með frétt að leita nýjum lögreglustjóra. Já, ég las auglýsinguna. Kannski bara auglýst? Jú, en ég las starfsauglýsinguna mjög svo mikið einblínt á stjórnunarhæfileika og flekklaust mannorð og allt hefði gengið rosa vel í stjórnun og svona af því að það hægt að ramma auglýsingar þannig inn að ef svona með einhvern í huga eða þú vilt halda einhverjum frá þá ertu alveg með tól og tæki í starfslýsingunni, í auglýsingunni hverjum þú segst eftir. Og ég hugsaði með mér það ekki allir sem að fylla þessa Gastu ráðið þrautina eftir hverjum hún að auglýsa? Nei, ég gat það ekki. Kannski getur einhver í löggunni eða í starfsmann dómsmálaráðuneytisins geti kannski gert það. Það geti komið úr ráðuneytinu. En ég held ég geti sagt að fólk sem hefur lýst áhuga á þessari stöðu mér sýndist að það var ekkit endilega gefið það ráðherra. Það ekki verið auglýst eftir mér. Gæti til dæmis Úlfar Lúðvíksson sagt, hann var í fréttunum, hann útilegar ekki að fara í pólitík. Því hann var nefnilega í viðtali, við höfum talað um þetta viðtal sem Helgi Seljan tók við, þar sem hann talaði um lögreglunan sem bara gerspilta og þá var hann að segja að það var ekkit ólíklegt að hann myndi sækja um þetta starf. En hann hefur lesið auglýsinguna, þannig hann frekar kannski sem að fara bara í pólitík. Og hvaða flokk myndu Miðflokkinn? Bara þú hikar ekki? Nei, 100%. 100%. Það líka sagt að Ársæll, skólastjóri, sé á leiðinni í Miðflokkinn? Ég veit ekki hvort það Miðflokkurinn. Það er sagt að hann sé aftur á leiðinni í pólitík. En líka varasaksóknari? Já. Það er Miðflokkurinn. Góður þarna. Allir saman. Allir sem hafa verið í kjaft. Já, þetta verður svona tríó fyrir Miðflokkinn. Myndir þú senda hann í Miðflokkinn líka, Úlfar? Nei, ég held að það væri svona frekar viðreisni, ég veit það ekki. Nei, það er náttúrulega skarða milli vina og svara og það er verið vinir. Það er eiginlega hægt að segja frekar ef allir flokkar kemur til greina með. Já. Herðu, ég verið að segja ykkur frá vandræðum með Mette Friðriksson. Hérna úr pólitíkan.
Það sem að hún að lofa því að hafa meira samráð bara við svona almenna flokksfélaga. Hún í mjög vondum málum inn í flokknum og ég ætla að fara næstu að fara að spá því að hún verði ekki forsætisráðherra svona ekki næstu páska. En þarna fleiri verið að vísa, þetta mikil úttekt hjá þeim og þarna til þess að vera að vísa í það sko, að fylgi sem voru að tapa, það fór ekki yfir í danska þjóðarflokkin. Og það náttúrulega verið að segja þá að hennar aðferð við að halda fylgi með því að taka raunverulega upp stefnu danska þjóðarflokksins, að hún ekkert að virka. Þannig að af hverju erum við að vera með stefnu danska þjóðarflokksins ef að ekki hætta á að við missum fylgið þangað. Og þannig að það þessi deigla sem hann inni á eftir að vera meira. En að því ég nefndi danska þjóðarflokkin og þá á berlínske frétt líka og þar hann, þetta Messerschmitt að þeir hafa verið á svolítið flugi en þeir eru að benda á að þeir eru búin að rekast undir þak og þeir eru ekkert að vaxa sérstaklega og þeir eru ekki stórir á miðflokkurinn á Íslandi, þeir eru hanga í svona kannski kringu 10%, 9-10%. En það eru náttúrulega miklu fleiri flokkar í Danmörku, þannig að það dreifist mikið, það er bara kratarnir sem eru stórir. Varða kom með úttekt á því hvernig pör, karla og kvenna, skipta með sér heimilistörunum. Og þar kemur náttúrulega kannski, ég veit ekki hvort það kom ykkur óvart, ég tók nokkur gröf út úr þessu, við byrjum á heimilistörfunum. Þetta eru þess að þeir sem að gera svona allavega helminginn af þessu. Það eru 50% kvenna sem að segja að það séu, ekki gerir meir en helminginn, en 10% kalla sem að gerir meir en helminginn. Ég býst við að þið séu í þessu 10% karla að þið gerir. Þetta er auðvitað á mínu heimili. Ég vinn frekar heimilistörfun heldur en kona minn. Já, þannig að þú ert hluti af þessum 10% karla. Já. En þú ert hluti af þessum 90% karla. Þeir sem að vinna alltaf heimilistörfin, það er næsta graf. Það eru 71% konur sem segir þau allt, bara það búa með köllum sem gerir ekki neitt. Ég er nú ekki svoleiðis. Ég held að þetta sé mjög algengt, til dæmis 65 plus, 70 plus, er það ekki? Ég veit að við erum með 65 plus, hvað segir þú? Já. Það er kannski ekki sitt heimili, en svona þinna jafnaldra. Heldur að þetta sé algengt að konuna bara gera allt? Langmest, já. En ég þetta er ekki alveg svoleiðis. Ég á að tegja sænguránum með einu og gera það. Frábeðinum það. Ég er að fíflast. Það er svona eitt og annað. Við erum náttúrulega með hund, ég sé mjög mikið hann. Svo þetta sem oft talað núna sem þetta ekki kallað þriðjavaktin, svona skipulags heimilistarfisins, hver veit hver að á ammali og svona. 64% kanna séð sjá þetta, 7% kalla. Já, ég veit ekkert þetta. Þarna bjargar kona mér alltaf. Hún er félagsmálastjóri heimilisins. Já, hún er það. En þetta er konaræður og tilkynningar sem ekki það, hvað að fara að gerast, Það er bara allt í einu fyrir rétt jakkaföt og þú ert á leiðinni í jarðarförð. Nei, Það er golf. Þá byrjar hún bara að ryksuga og þá segir nú get ég ryksuga, stendur. Nei, þetta snýst ammæli eða svona félagslíf. Hver mætir á það er foreldrafundur í skólanum, hver veit að því? Yngsta barnið 45 ára. Kennarar hafa sagt þetta, að þeir bara hringja bara beint í konuna. Það þýðir ekkert að hringja í kallinn, Ég, þegar strákarnir voru í barnaskóla, þá fór ég alla foreldrarnir. Greið kennararnir, segi ég. Það er næsta fjármálin. Hver er með budduna? Þá er það svona 50-50. 50% kvenna segist bera ábyrgð á fjármálum heimilisins, en 44% kalla. Ég er viss að þetta, ef við spurt að þessu fyrir 10 árum eða 20 árum, að þá hefði verið 70-80% kallasett. Er það ekki? Jú. Þetta er svona leiðilegt mál að þá. Það verst með heimilið þar sem að hvorugt hjónuna ber ábyrgð á. Þess að bæði halda hitt sjáum það er ekki gott. Nei, ég sé þetta á mínu heimili. En þá er það bíllinn. Hvernig er það? Það er 85% kalla. Það er síðasta víð. Ég myndi segja bara 100%, En hver ræður því hvaða bíll er keyptur, haldið þið? Konan. Það er konan. Það breyttist fyrir svona 25 árum og maður sá það bara í hvernig bílaauglýsingar breyttust. Hvernig litirnar á bílum breyttust. En er ekkert spurt viðgerðir og svoleiðis?
Nei, það verður í næsta og heldur ekki hver fer út og veiðir sílung í vatninu, það er ekki spurt það. En sko ég ætlaði nefnilega að segja það að kona mín, hún sér allar viðgerðir. Hún er sko með borvélina, hún elskar og hún bjó til sólpallinn, þegar við bjókum fyrir norðan og bara fekk algjört kikk út af því, bara á YouTube sko, hvernig byggjum maður sólpall. Það er fjölbreytileiki í þessu. Já, það er eftirspurnin eftir konunum þinni hefur aukist mikið í þessu höfðum. Herðu, við skulum fara til Bandaríkjanna. Það er þetta mál, við ættum kannski að finna einhverja leið til þess að fjalla svolítið ítarlega þetta. Þetta eru þessi morð sem að bandaríski herinn hefur staðið fyrir í Karibahafinu og eru brot á alþjóðalögum, eru líka brot á bandarískum lögum, þetta er komin í þingið og þetta eru orðið mikið vandræðamál sem að verður eiginlega alltaf verra og verra. Og bæði Trump og Hegseth, stríðsmálaráðherra, þeir eru að reyna að einangra sig frá þessu eftir að hafa svolítið verið að stæra sig af því að hafa tekið þessu ákvarðanir. Þannig að þetta er mikil vandræðamál. Við skulum fara að vera áfram í Bandaríkjunum, en núna bara rétt áðan að þá var Trump viðstaddur. Já, hann var vaknaður, þetta er líklega milli klukkan 12 og 5 í Bandaríkjunum. Hann var sem sagt að ganga frá enninu friðarsamningunum milli Rúanda og Kongó. Og hann fer ekki til Afríku, hann færi þá heim til sín í Washington, inn í stofnun sem Ronald Reagan stofnaði sem ég veit ekki alveg hvað hvert var hlutverk hennar, en hún heitir allavega eftir frá með deginu í dag, heitir hún Friðarstofnun Donald J. Trump. Þannig það var líka tilkynnt. Þannig að skilja þetta því. Það er Washington Post, það er með fréttir af því að ég horfði nú á blaðamannafundin þar sem hann var að segja að það er bara að hreinsa alla Sómalana út úr Minnesota. Það var svona ævintýraleg hvernig hann situr við borðið og segir svona, og Washington Post hafði svona fyrir því að kannaði hvernig Sómalarnir sem hafa verið, eins og oft er náttúrulega að þegar einn sest eitthvað starf að þá koma frændur hans og fleiri þar, og þetta er líka í sambandi við atvinnugreinar. Það var muni ekki að fólk sem kemur og er að bjóða okkur rósir á veitingastöðum, þetta er alltaf Tamilar. Þetta er indverskur matur í Bretlandi, þetta er frá Pakistan. Því að ef einhver nær fótfestu í einhverju business, að þá er það auðveldari leið fyrir þá sem eftir koma. Og Sómalarnir hafa verið mikið í Minnesota, en þeir eru náttúrulega langflestir bara amerískir ríkisborgarar. En hann var að segja það að þetta senda á alla heim til þess að land sem er ómögulegt. Þetta er verstaland í heimi. Og akkur við að taka við fólk á móti verstaland í heimi. Viljum við að þeir geri Bandaríkjanna verstaland í heimi. Þetta er svolítið skrautlegar. Herðu, ASÍ var að álykta, þeir voru með miðstjórnarfund og þeir ályktuðu það að ríkisstjórnin gerir þessi í brók, eins og sagt er, varðandi íslensku kennslu til innflytjenda. Já, við höfum svolítið verið að fjalla þetta, ég var með þetta í gær mjög áhugavert, það sem að við ræddum þetta mjög góðu spjalli. Þú ert líka að tala íslenskunni í dag eða í kvöld? Já, Þórunn Eldjárn kemur til okkar í kvöld og eitt af því sem hann segir er að þetta sé aumingjaskapur með þær breytingar að það má ekki leiðrétta neitt lengur. Það er svo ófínt að leiðrétta, alltaf að vera bara svona frjálst. Hann vil bara að við förum aftur að leiðrétta, það skiptir máli hvernig þú gerir það. Hann þykist vera útlendingur þegar hann fer út í búð og sér að það eru gangjónum vel og sér að það er fólk að erlendum er ekki brotið sem er að afgreiða til þess að þvinga fram íslensku þvinga fram önnur tjáskipti heldur en á ensku. Og hún list ekkert á stöðuna, ekki frekar en að þínu viðmælanda leist nokkuð á stöðuna í gær og við erum búin að taka núna Þetta með leiðréttingarnar, ólína er náttúrulega því að við erum að leiðrétta Íslendingar, en hún Lína Hallberg sem er sænsk en alin upp í Sviss, kom hingað og er manna fróðu svissmer íslensku kennslu útlendinga. Hún var að segja, þegar hún kemur út í fiskbús og segir, ég ætla að fá fiskur. Já. Og þá fær hún stundum svona maður segir ekki fiskur þú veist, ég er fiskur fisk frá fisk til fisk. Hver er svona lítill í sér að hlæja því? Bara frábært hjá hann. Þetta er það sem innflytjendur hafa oftur að segja þegar þeir koma og tala svo kallar svona brókin íslensku, þú veist.
með heim, þetta þá ræðir Þórarinn attitútið líka. sem við fá alls þar. Þetta ræðir Þórarinn þetta. líka, nei, hann telur þetta ekki brotna íslensku. Þetta frábær íslenska. Það bara rosalega vel gert að þú getur komið inn í búð og beðið fisk á íslensku. Þá skiptir málsræðan engu máli. En ég var að rugla saman kannski tvennu, að svona innan heimila og svoleiðis, að þá bara, þá allt í lagi að við börnin ykkar? Leiðbeinum hvert öðru, já, þess vegna spurði ég leiðir þetta börnin það skiptir máli hvernig maður gerir það. Nei, mér finnst það að vera þetta hluturkonum, það getur ekki gert það með hnussi. Ég menna að mér leittist alltaf að mannstöðu þegar við vorum að vinna á DFF, að þá var alltaf einu sinni í viku fundur íslensku. Og mér fannst það stundur leiðilegu stemmingin þegar það var verið að svona finna að einhverjum einum og hlæja svolítið og mér svona, það er oft leiðileg stemmingi kringum þessar leiðréttingar. Og eins og Þegar ég var á fréttastofu RÚV, Árni Böðarsson var málfarsráðunandi og þá var þeir mættu á fyrsta fundinn svona og hann byrjar að segja í frétt sem Sigurjón skrifaði ég bara, nei en þá var ekkert það sem var bara, hvað finnst ykkur það? Þá var bara talað það, sumir voru alveg sammála mér og aðrir ekki og þetta var ekkert sorta vond, þetta var gaman en Broddi Broddarsson skipti miklu máli í því, hann var svona íslensku fræðingur sjálfur En má ég skjóta örstutt hvað Þórarinn segir RÚV? Hann skilur ekki að RÚV leyfi sér að lesa upp auglýsingar Black Friday, Singles Day og annarkvert orð sé enskt bara í einhverjum auglýsingum. Hann segir bara, þetta á ekki vera svona, þetta má ekki vera svona. Ólína líka á þessari línu, þessi skilti sem bara á ensku og hvaða, og ég var að spyrja Línu að því, finnst þér að Íslendingar gangi svona kæruleyslega sitt tungumál heldur en flestir aðrir? Hún var ekki alveg til í að fullyrða það. En ég hef svolítið grunu það að þetta vera að svara á ensku, þú veist, þakka fyrir sig og svona, myndu þið gera það á Ítalíu? Nei, maður myndi bara bögglast einhvern veginn til þess að segja það á ítalsku. En þú veist að þetta við að sætta sig við ensku sem millimál, það er ekkert Mér finnst það ekki sjálfgefið að það sé jafnt ríkt annars þar. Mér finnst gott þetta átak sem við höfum farið í hérna á þess að sammælast neitt það. Við höfum öll svo miklar áhyggjur af íslenskunni að við höfum núna bara dælt inn hérna innslögum og viðtölum og við þurfum bara að auka þessa umræðu. Hér er frétt frá RÚV. Ég er löngu búinn að fara í gegnum sátt við dauðan. Já, þetta var viðtal sem var áhrifamikið, fannst það ekki? Já. Og það er svona í þessum ástíma þá er meira fóður fyrir svona andleg mál og við höfum smá tíma á aðvendinu til að hugsa hvers vegna erum við hérna, hvert erum við að fara og til hvers lifum við og mér finnst þetta ég ætlaði að hæla þessu, mér finnst þetta mjög vel gert hjá okkar manni hjá RÚV fyrir norðan, Óðni Svan, fallegt viðtal. Þessi maður var æðislegu viðmælandi, góð heimspeki en þetta er ættgengur sjúkdómur maður sem að það var einn af systkinahópnum sem slapp við þetta. Já. Við veitum að RÚV hafa verið með mörg svona mál undanfærið. RÚV hafi staðið sér vel að þessu leyti. Mér finnst þetta að skipta máli. Þetta er svona til þess að opna samfélagið, að gefa fleiri svona rödd og hljóm og við höfum bara gott að því að heyra frá fólki sem mikið rödd. Herðu, aðeins og Morgunblaðinu morgun, þetta er þarna sjáum við upphæðir sem hafa farið til endurgreiðslu til kvikmyndagerðar. Það byrjaði þetta kerfi í kringu kvikmyndagerðir, síðan fóru það yfir í bókútgáfu og nú er svolítið er að þróa það eitthvað fjölmiðlum. Og þið sjáum við að það eru 6,2 og 6 milljarðar 24 og 25 og ekki reikna með nema tæplega 4 á næsta ári. Ég held að ástæðan sé tollar Trump sem ætlar að setja tolla á myndir sem eru framleiddar erlendis, það veit ekki almennilega hvernig hann ætlar að gera það, en ég held að hafi dregið aðeins úr ásókn stórra erlenda verkefna til Íslands. En þetta eru svolítið, þannig að það eru 6 milljarða í kvikmyndir. Náttúrulega fjölmiðlarnir eru eitthvað 500 milljónir. Sem ég fá. Ég hef aldrei séð heildartöluna sem fara í bókútgáfuna en ég held að það sé kannski milljarður. En kvikmyndir fá mikið, en kvikmyndir náttúrulega hefur alltaf verið einn röki fyrir því að þeir skila inn svo miklum túrista. Þetta er auglýsing fyrir Ísland.
Þá segir við hérna sem erum í fjölmiðlunum, hvað eigum við þá, við erum svo langt í land sko með að við aðrar svona skapandi stéttir. Já, stuðningskerfið í kringu fjölmiðla er mjög lítið og veikt í samanburði. Herðu, Morgunblaðið hérna frétt ákæruvaldið að hérna sem sagt málum hjá ákæruvaldinu að fækka 16%. Það er svolítið verið að tala hérna fjölgun glæpa og oft það í tengslum við menn, það eru menn sem eru tala gegn innflytjendur sem að því, sérstaklega hælisleitendum. En þarna kemur Morgunblaðið með það að málum að fækka og þið sjáu þarna að það er verið að skipta eftir hérna þjóðlöndum eða vegabréfum. Og Íslendingar náttúrulega efstir og svo Pólverjarnir og ég fekk svolítið svona áhuga á þessu af því að þarna sýndur sko aldurshópurinn og kynin, þannig að ég dundaði mig við að hérna, reikna út Pólverjana og Íslendingarna hvað þetta hlutfallslega mörg mál á mann. Þannig að ég er með annað graf sem ég er búin að kroppa í, þannig ég tek bara hérna, aldursgreininguna og kynjagreininguna að þá er það 21% af glæpastofnunum með mál frá Íslandi en 17% frá Pólverjum. Og ég þorði ekki að fara í, að því ég er nú ekki svona félagsfræðingur, að fara í Litáin og Rúmeníu því þá ertu kannski komin í svo lítinn hóp að kannski einn stór krimmi getur eiginlega raskað þessu öllu. En ég tók Úkraínumenn sem eru náttúrulega stæðstur hópur hérna, hælisleitenda og þeir eru með 17% eins og Pólverjarnir. Þannig að samkvæmt þessu þá eru innflytjendur og hælisleitendur síður líklegir til þess að brjóta af sér heldur Íslendingar. Mjög gott að hafa það í huga, mér finnst líka merkilegt að málum fækki á sama tíma og okkur fjölgar, það ekki? Og líka glæpum fjölgar en er glæpa með fjölga? Svo segir, við verðum horfum bara á það bara, ekki? Ég hef aldrei, þessu er alltaf andmælt þetta sagt, glæpum hefur fækkað, hins vegar þetta haldaði fram að það er ykkur alvarleg eins og morð fjölgað, en menn verður svolítið með varan á því að draga miklar ályktanir á því, að því að þau eru svo fá að hérna, þau geta lagst á svona og hérna, ég held að alvarlegum hérna, líkamsárásum hefur fjölgað, en glæpum almennt hefur fækkað. Þetta er komið alltaf í samtunum okkar við afbrotafræðingarna, kemur fram aftur og aftur. En það stoppar ekki þá sem að vilja halda því fram, að glæpum séu að fjölga og ástæðan séu innflytjendur og hælisleitendur. Þeir bara halda áfram alveg saman hvað er sagt, sko. Nei, ég held kannski að væri að dómskerfi hefði ekki undan eða eitthvað þess að vera, sko, ég veit ekki. Nei, það er ekki neitt. Herðu, hérna er frétt, hérna Liberation sem er blaðið í Frakklandi, við könnum það að COVID-bóluefnin drógu úr alvarlegu veikindum upp á 20-25% og þetta er rannsókn sem var gerð á 29 milljón frökkum. Þannig að þetta er nú gamalt deilumál, munið ekki eftir því hvort að bóluefni virkuði ekki. Ég ætla að enda hérna á nokkrum svona fréttum hvernig aðri fjölmiðlar út í heimi er að segja fréttir. Dagens Nyheter er með frétt hérna að það eru færri börn koma á leikskólana þegar það er vont veður og ástæðan er svo að foreldrarnir eru fátækir og eigi ekki fyrir útifötum fyrir það. Þannig að í Gautaborg þá hafa leikskólarnir fengið leyfi til þess að kaupa föt til þess að lána fátækari foreldur þegar þeir mæta. Ég veit ekki haldið að staðan sé svona hjá mörgum íslenskum fjölskyldur. Hvað heldur? Hættir við. En sömuleyti ólust við upp við þetta, við áttum ekki alltaf rétt föt til þess að fara, við gátum ekki alltaf klætt okkur eftir veðri. Deilihagkerfi í minnisveit, við notuðum bara föt eldri frensískina eða á næstu bæjum. Ég sé stundum að ég hef verið alin upp í órunatögin af bræðurum mínum. Lokin er hérna skandalsfrétt frá El País sem það er alltaf ykkur skandalar, hérna, ég segi ykkur reglulega frá skandalum á Spáni. Þarna hafði El País náðu hljóðupptöku af forstjóra í einkareknu hérna, spítala. Þetta er frétt frá því í gær. Þar sem að hann er að segja að við megum ekki taka inn sjúklinga sem eru kostnaðarsami fyrir okkur. Við erum bara að búa til langa biðröður á því. Við erum að ná inn sjúklingu sem er hérna, fljóta afgreiðir sem að skila okkur hagnaði. Og hann er bara að brýna sitt fólk að afgreiða þannig. Í dag sá ég á El País að það eru, ég held ég 4 búin að segja af sér nú þegar. Þannig að þetta áttir að verða sko svakalegt mál, enda er þetta ótrúlega svik gagnvart þjóðinni, þar sem að fólk sem að fær peninga til þess að tryggja okkur heilbrigðisþjónustu er fyrst og fremst að hugsa eigin hagnað.
Herðu, Björn og Sigurjón, kæra þakki fyrir fréttinnar og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur sem hafi verið að hlusta þakka ég mest fyrir að hafa breytt þessu tala okkar í fjölmiðlun. Minni á að rauðaborðið er framundan. Ef þú ert að horfa á YouTube eða á Facebook þá þarftu að finna nýtt streymi þar sem rauðaborðið er. Það er mjög áhugaverður þáttur í kvöld, en ef þú ert að hlusta í útvarpinu eða horfa í sjónvarpinu þá áttu engar áhyggjur af að rauðaborðið er rétt bráðum. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.